Þáttin mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 10 og það er 7. apríl fyrir þá sem ekki vita á eða er að hlusta á þetta viðtal eftir á. Nú eins og ég lofaði ykkur þá höldum við áfram að tala handboltan og já, við ringjum náttúrulega í þjálfara liðsins sem er lengst frá Selfossi á öllum liðunum hérna í úrslitakeppninni í Ólísdeild karla og það er Atli Hilmarsson, komdu blessa og sæll höfðingi. Komum sællablessaður. Hvernig hefur það? Ég er bara vingt að gæða. Þið norðamenn eru væntanlega konni suður því að þið þurfa að skipuleggja ferðalegu svolítið svona fram í tíman eins og landsbyggðarliðin þekkja? Það vísi ekki. Ég keyrði nú bara einn með fjölskyldunni eftir æfingu í dag en hinn er komað á morgun þannig að við klárum bara undirbúningin í hátinn í dag og hérna ég svo keyrði suður. Já. Þið eru náttúrulega orðnið vanir þessu ferðalögum alveg stanslaust, Akureyringar og oft kemur svo spurning hvernig í ósköpunum er hægt að halda uppi svona starfi, svona sterku starfi þarna eins og Akureyri í handboltanum alltaf og öðrum íþróttum. Já, það er nú það sko. Þetta er náttúrulega verið náttúrulega góður árangur í gegnum tíðina og fólk veit hvað þetta er gaman að ná svona langt og fólk er að koma á leikina og styðja okkur. Það er náttúrulega ekki úrvalsdeilda fótbolti á Akureyri, þannig að þetta er svona flaggskip Akureyri myndi ég segja, þetta handboltalið og það er bara fólk að flykkjast með okkur og er bara að styðja okkur í þessu. Og já, svo er náttúrulega alltaf vinsælt þarna íshokkíið, því að það eru alltaf titlar að koma inn? Jú, það er bara eins og áskrift manni, þeir eru náttúrulega svo miklu yfirbyrðir, það er náttúrulega frábæri íþróttumenn og en þetta tekur svo fljótt af, þeir eru alltaf búnir þegar við erum að fara í úrslitakeppni, þannig að við fáum sviðið núna. Nákvæmlega. Já, þið hefði úrslitakeppnina á morgun og andstæðingar ykkar verða ÍR-ingar. Þín reynsla af ÍR-ingum hingað til? Já, við erum alltaf búin að spila við á þrisvar í vetur og vinna á einu sinni, tapa einu sinni og 1 jafntefli, þannig að þetta getur alltaf verið jafnara og það er nú fyrirverandi þjálfari Akureyrar og er náttúrulega að þjálfa ÍR þannig að það er ýmist tengsl þarna á milli og við erum náttúrulega mýringa í okkar liði og þannig að þetta er svona, það er ýmist tengsl þarna á milli og þetta býður bara upp á alvöru rimmi held ég. Já, þannig að þetta verður svona, já, má segja þetta verður svolítið svona eina fróðlegustu leikjónum þarna í úrslitakeppninni. Ég vona það og við fórum á 5. daginn og unnum og það var alltaf svona gott fyrir sjálfstöðu okkar að vinna á þessum erfiða útivelli og við séum náttúrulega vantaði í bæði lið og kannski meira á þeim heldur en okkur en nú bara er stokkað upp á nýtt og við þurfum að vera klárir á morgun þegar þetta byrjar. Hvernig er svona, standið á leikmönnum hjá ykkur? Ertu með þinn besta hóp svona fyrir keppni eða eru menn eitthvað lemstraðir? Já, menn er náttúrulega lemstraðir en við erum með alla menn á morgun og það er bara sem voru ekki með á 5. daginn, þeir koma aftur inn á morgun og það vilja allir vera með í þessari keppni og við fórnum öllu í þetta morgun. Já, ef maður lítur á þessu úrslitakeppni, það er náttúrulega Valur Fram og Afturelding IPVF, ÍR Akureyri og FH Haukar. Svona með hvernig tímabili hefur spilast Framar að vinna þarna deildarmeistarana til dæmis síðast og já, það er ekkit, ég vil helst ekki vera að stjórna veðbankunum þarna. Nei, og ég held að Afturelding sé ekkit öðvöld með IPVF og IPVF það verður spila illa eftir að það verður byggameistar og þá fær það ekki að sækja neitt mikið að sigurum til Vestmannaeyja held ég sko og þannig að auðvitað svona lítur þetta út þannig að það ætti ekki að vera jafnar viðureign allt saman en auðvitað spurning hvernig menn koma á leikdegi, það er bara spurningin. Já, það er svona lykilatriði. Já, Akureyri, heimaullar ykkar, þetta hefur alltaf verið svolítið stemning alltaf þegar kemur á úrslitakeppni? Já, það verður það og við erum búin að hafa bara fína aðsókn í vetur og eiginlega bestu aðsókn fengum við núna á móti FH þegar við gátum ekki neitt og það var bara hundleiðilegt að við skildum ekki eiga betri leik þegar loksins höllum var full en við náttúrulega vonumst eftir að þeir komi og styðja okkur áfram og það er bara þetta veltur svolítið okkur líka á morgun hvernig við stöndum okkur í þessum útileik og hvað gerist í heimaleiknum á 5. daginn. Já, með Akureyri náttúrulega eftir þetta saminaðist náttúrulega í eitt lið, þetta er
Já, það þurfti á því eða ekki að halda, þetta náttúrulega rándýrt eða ekki að vera með svona handboltalið þarna norðan því að ferðakostnaðurinn gífurlegur til þess að byrja með bara. Jú, hann það og það bara, mér finnst þessi samning hafa bara hefnast mjög vel og hún búin að vera núna síðan 2006 og þetta bara funkar vel og það engin K.A. rígur lengur og það, ég veit ekki einu svona hverjir eru K.A. og hverjir eru Þór í þessu liði mínu. Já, þú bara spáir ekki eins og í því lengur. Nei, ég held að það sé alveg búið með handboltamegin. Með yngri flokkana hjá okkur, yngri flokkastarfið, það alltaf mikil gróska þar? Já, það bara gengur mjög vel og við erum með annar flokk undir nafni Akureyrar og kvennaflokkarnir eru undir K.A. Þórsmerki, þannig að þetta svona, það góð samvinna í þessu og það fullt af strákum hann í öðrum flokki sem að fengi líka reynslu núna í fyrstdeildinni með Hamrunum og ég held að það sé bara gott fyrir Akureyri handboltafélag að þeir séu aðeins farnir að spila svona fullorðinsmanna handbolta og ekki bara í öðrum flokki, heldur líka í svona meistaraflokki í fyrstdeildinni og ég held að það getur verið gott. Það sem sagt gerir mikið fyrir handboltaleikmannin að hafa þarna tvö lið núna á Akureyri þar sem þið eru með eitt lið í efstu deild og svo eitt lið í fyrstdeildinni því að þá eru náttúrulega yngri flokka leikmenn sem svona fá svona smjörþefin að því að spila í meistaraflokki. Já, mér finnst það mjög gott og það er svona kannski aðeins smá vesinn þegar við þurfum að fá leikmenn. Við getum ekki gengið þessar leikmenn eins og við viljum. Það er svona alltaf einhver svona félagaskipti á milli og það getur tekið tíma og þannig að það var svolítið vesinn. Þegar við lentum í okkar meiðslum þá hefur gott að geta bara tekið næsta mann í hamraliðinu eða öðru flokki en það var ekki hægt. Þannig að það er svona eini góðkostur sem ég veit en þetta er náttúrulega mjög gott fyrir þá að fá svona venjast hörkunni og þeir eru að æfa þetta, þeir eru með sömu leikkerfi og við og eru svona vera tilbúinir þegar þeir koma svo til okkar. Hópurinn þinn sem þú ert með blandað virkilega svona etninu leikmennum og svo erum við þarna reynslubolta 3 fyrrandi landsliðsmenn, Hreiðar, Ingimundur og Sverri. Já, og Heimir. Já, og Heimir, afsakið. Þetta er bara fín blanda og þessi bara gömlu, þeir smitta svona út frá sér, þetta eru miklir fagmenn og hafa náttúrulega gengið gegn ýmislegt og drífa áfram með sér og ég er mjög ánægður með hvernig þeir hjálpa þessum ungu og það hefur gefist mjög vel. Svona rétt í lokin þegar ég ætla að spyrja þess út í þjálfun, með varnamenn svona upp á framtíðin og fleira, því að það nú ekkert margir sem eru að sérhæfa sig bara að vera varnamenn? Nei, handboltinn nú eiginlega að breytast þannig að þú þarft nú að geta að spila hvoru megin vallan sem og þetta er ótrúlega hvað við höfum geta að spila svona í landsliðinu með allar þessar skiptingar okkar og en framtíðin er bara svo að þú ætti að geta að spila bara vörn og sókn og það verður bara að hafa það og mér finnst það að vera framtíðin að þú bara fáir mann sem að getur spila báðum í vallarins. Svona rétt í lokin áður sleppið þá var ég að spyrja þig aðeins út í Ólisteild kvenna, hvernig líst þér svona á úrslitakeppnina þar? Já, ég bara veit að vissi ekki hvernig úrslitum voru í dag en ég vissi bara að Vestmannaeyjar er runnu heima á móti Haukum og ég veit nú bara ekki hinn úrslitum því miður. Nei, allan að Valur vann Stjörnuna og ég er nú ekki með þetta beint fyrir fram að mig, ég er að reyna að rifja þetta upp fá þetta fyrir hóminn, það var Grótta. Framkýrdraðinni Fylki eða ekki? Jú, Fram vann Fylki með 10 mörkum og Grótta sigraði Selfoss með 6 og Valur sigraði Stjörnuna. Ok, það er það sem kemur óvart að Valur skulle vinna en auðvitað náttúrulega það er svolítið reynsla sem er að hjálpa þeim. Ég meina það er Kristín Guðmunds og Berglind og þær gera nú ýmislegt fyrir þetta valslið og þetta kemur svolítið óvart þau úrslit en þetta er náttúrulega ekki búið og ég held að náttúrulega Grótta og Fram siglir nú auðvitað í gegnum þetta og IBF líka vegna þess að vanta náttúrulega hana Maríu Getraut hjá Haukunum þannig að þá held ég IBF inn í það en þetta getur verið spennandi viðuregna hjá Val og Stjörnunni. Ég held að Stjarnan náttúrulega getur ekki látið þetta spyrjast sig að tapa fyrir Val aftur. Þið eru með kvennalið hérna fyrir norðan K.A. Þór og það eru virkilega efnilegar unga stelpur hérna sama komnar. Þessi meistaraflokku þeirra þannig alveg komin til þess að vera eða ekki? Ég vona það og það er bara alveg nauðsynlegt fyrir svona bæjarfélag að hafa þessar fyrirmyndir
og þarna fóru nú, það eru bikarmeistarar þarna í fjórðaflokki í vetur og það náttúrulega bara frábært að einhver af þeim þarna banka á dyrnar í meistaraflokki og það bara nauðsynlegt að eiga meistaraflokklið sem þær geta litið upp til og eiga svo möguleika að fara í þegar að hafa aldur til og við hefum mist mikið að stelpum til suður og nú bara nauðsynlegt að halda þessu gangandi. Fyrir ekki hvað ég held til lengi en ég gleymi alltaf að spyrja núna svona, þetta verður alveg það síðasta. Ég ætla að spyrja þig hérna með Suðurlandið, IBVF náttúrulega með 2 lið í Ólistildunum og Selfoss með 2 lið þarna í fyrstild karla eða 2 lið frá Suðurland. Hvernig finnst þér svona handboltinn vera hérna á Suðurlandinu, það sem þú séð, við byrja bara á Vestmanni? Mér veist, Vestmanni er náttúrulega starfið frábæðilega vel og náði þennan titil og leiðina sem fór í fyrra að verða Íslandsmeistari var náttúrulega ótrúlegt og það er ekkert annað en hægt að hrífast af þessu stemmingu sem að fylgir þessu liði og líka bara hvernig þeir fóru gegnum þessa bikarkeppni núna. Frábært að sjá hvernig það hefur verið en það er svona aðeins fjara þetta kvennaliðinu en þær hafa líka verið að standa sig mjög vel og það er greinilegt að þarna vera að vinna gott þar. Og Selfoss, hefur eitthvað fylgst með því gegnum tíðina? Ég hef náttúrulega fylgst með því gegnum tíðina, já, og ég veit það náttúrulega þetta er erfitt að koma liðinu kannski upp núna vegna þess að ég veit að þeir náttúrulega með fullt af leikmönnum í öðru liðum hérna á höfuðborgarsvæðinu og ef við getum stilt þeim öllum upp í einu liðin þá er náttúrulega löngu komnir upp og ég held að þetta sé jákvætt að Mílan koma þarna inn líka með svona smá verkefni fyrir þá sem komast ekki í Selfossliði en auðvitað náttúrulega þyrfti Selfoss að fá lið upp í efstild það er náttúrulega það sem þetta þurfum að fá. Já, fá heituna sínar heim bara. Akkurat. Já. Atli Hilmarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best. Já, leikurinn á morgun IR Akureyri, hann hefst klukkan hvað? 19:30 í Austurleikinu. Já, þú hafði þetta á hreinu. Já. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega. Blessaður. Já, Atli Hilmarsson, þjálfari Akureyri. Við skiptum úr handboltanum núna yfir í fótboltan, svona enska boltan, svona rétt í lokin, svona síðasta korterið, ef maður stelsmáis. En, já, kannski að minnast að það hvernig, já, næstu leikir eru. Það er náttúrulega annarkvöld klukkan 7:30 hefjast allir leikinir í Ólisteild karla. Það er Valur Fram, Afturelding IBVF, IR Akureyri og FH Haukar. Þessi leikir hefjast allir klukkan 7:30. Svo eru næstu leikir í Ólisteild kvenna einmitt á miðvikudaginn næstkomandi klukkan 7:30 hefjast allir leikinir. Á Selfossi er það Selfoss Grótta, Fylkishöllinni Fylkir Fram, Vodafone höllinni er Valur Stjarnan og í Schenker höllinni er Haukar IBVF, svo laugardaginn verða þriðju leikinir ef til þarf. Og í fyrstil karla umspilið hefst núna á föstudaginn og ég ætla að finna það hér. Í Víkinni er Víkingur Hamrarnir á föstudaginn klukkan 7:30 og sama tíma í Grái Fjölnir Selfoss. Það lið sem er undan að vinna 2 leiki fer áfram í úrslitaleikin það að komast í Ólisteild karla. Nú er bili enski boltinn framundan. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.